Þarna var seiling dæmt á Philip. Þarna í afturlínu. Og Gary House með fína sóknan á miðunni. Fjörnúl fyrir HK, Andreas enn í uppgjöf. Ákveðis móttaka þarna. Quintin og Stefán. Og Quintin. Fínar hávarnir hérna hjá HK-mönnum. En þess inni hjá Quintin Moore. Skilar hérna fyrsta stiginu fyrir KA. Og það fyrirliðinn Ævar Freyr sem fyrir í uppgjöf. Ákveðis móttakana hjá Arnari. Stefán setur hann hvað í andinuna eða bara út. Sá það ekki alveg hérna. Þannig fín móttaka Stefán. Snærar hann inn þetta. Hefur undanfarin ár aðalega verið að spila stöðu frelsingja en hefur verið öflugur á kantinu fyrir HK í vetur. Andreas. Fína sókn. Þá að menn eitthvað að pæla í varnarstöðunum sínum. Og Stefán Gunnar fyrir uppgjöf. 3-3. Glæsileg blokk þarna. Þetta hafi ekki verið Gary House. Fín móttaka. Og Quintin Moore. Og Alexander Arnar í uppgjöf. Új. Heppnir þarna með Alexandri. Heppni eða kannski var hann að reyna þetta. Það er spurning. Fyrsti ásinn í leiknum. Önnu góð uppgjöf hérna. Arnar nær þessu. Og Lúðvík setur þetta í kvittuna á vörninni. Gaman að sjá hvað Gary House gerir hérna í uppgjöfunum. Þeir eru með gríðaröflugar uppgjafir í vetur. En það eiga það til að klika. Þessi gera það ekki. Dæmt tvísla hérna á KA-menn. Uppgjöf. Lúðvík þakkar Pent fyrir þetta uppspil og skila stigi. 7-5.
Gary House. Það fyrir stigahæsti leikmaður KM-manna, Quinton Moore í uppgjöf. Og setur hann langt út. Einkennileg pæling þarna. Það var að Máni Matthíasson, Usplari HK. Og skorar hérna Ás úr uppgjöf sem að virtist ekki svo flókin, en hún hefur flotið þó nokkuð og Sigþór réð ekki við þetta. Það var eitthvað að gerast á ritaraborðinu. En allt í fína lagi eða hvað? Já, við getum haldið áfram. 9-6. Þessi inni hjá Mason Kastner. Sigþór Helgason fyrir uppgjöf. Dúdrar honum bara í netið. Það var örugglega ekki sem hann ætlaði sér. Glæsilegt uppspil hana hjá Philip og Mason getur ekkert annað en skila þessu. Löngu uppgjöf þarna. Stefán setur hann aftur í hornið. Quinton er reddi í þetta. Og glæsileg blokk þarna. Ævar reynir eitthvað sirkusmass þarna. En undirdekkunin var engin. Þá var það Ísmar sem fer í uppgjöf. Andreas með glæsilegt smass hérna. Kemur HK-mönnum í 4 stiga forskot, 12-8. Alexander með fína miðjusókn, en Lúðvík er í þessu. Stefán. Og Philip blokkar þetta. Og það sjálfur í uppgjöf. Slök móttaka hérna hjá Arnari. Og Gary House setur þennan yfir, nei bara út. Og óþarfa mistök. Átt að gera betur þarna. Löngu uppgjöf þarna hjá Philip. Andreas setur hann auðveldan yfir. Hver fær þennan? Alexander. Glæsileg miðjusókn þarna. Philip kann greinilega miðjurnar sínar. Þær þurfa að gera lítið annað en að hoppa upp, fá boltan í hendurnar og skila.
Fín móttaka þarna. Andreas hamrar þennan í netið. Alexander fengið eitthvað högg. Káa með búin að jafna hérna 12-12. Új. Það var fallegt slag þarna hjá Alexander. Andreas fyrirgefið. Þarna var eins og þér Alexander með góða miðju. Þrettán. Gary House að fá fyrsta miðjuspilið og stæðna bara út. Það er nauðsynlegt fyrir HK-menn að fá þennan dreng í gang. Stefán Quintin blokkar þetta og HK-menn taka leikhlé. Rífandi stemning hérna í KA-heimilinu. Svo sjáum á Massimo tekur liðið bara aðeins í burtu frá trómunum. (15-13) fyrir KA og Ævar í uppgjöf. Andreas, góður laumi hérna. Ótti nálagt, en Alexander skilur þessu. Þetta virka vel fyrir KA-menn að nýta miðjurnar sínar. Þeir skila trekk í trekk. Dálítið nálagt, en glæsilega gert þarna hjá Mána. Snyrtilega gert. Og Stefán Eikef. Új. Það var óþarfa langt út. Og önnur. Strákar, haldið þessu inn á vellinum. Það er allt og langt út. Gary House hérna. Þessi er inni. Filip Kastner. Já. Það bannaði að grípa Gary House. Vel gert þarna hjá Mason Kastner.
Glæsileg uppgjörn hjá Quintin. Gary House. Þessi úti. Hann heldur áfram að setja hann út. Nei, ég er bara að bulla. Þetta var inni. Sjá hann úti hérna. Ástæðan fyrir því ég er ekki dómari. Máni. Góður kross þarna. Andreas. Filip. Þetta er rosa nálægt netinu hjá þeim. Quintin. Stefán spilar upp á Andreas. Þarna er einhver í netinu eða ekki. Nei, það er minn mók þarna. Quintin slær þetta út. Lúðvík í uppgjöf. Mason heldur áfram að skila þarna á miðjunni. Þá sjáum við skiptingu sem við höfum séð dálítið hjá Káa. Mason Kastner kemur út og Vigfús Jónbergsson inn í uppgjöf. Ung uppgjöf þarna. Andreas undirtekkur þarna hjá Arnari. Andreas fær hann aftur. Og Alexander tekur þarna úr fyrsta og skilar. Þá taka HK-menn sitt síðara leiklið í hinni. Stöðunni 21-17 fyrir Káa. Ég veit ekki hvað Massimo var að segja við á þarna, en ég myndi vilja fá móttökuna aðeins nær. Þeir eiga í svolítið basli með þessar löngu uppgæðir frá Káa mönnum. Byrja þar og sjá hvað gerist. Síðan er líka alltaf gott að skila bara í gólfið. Það var þetta bara dálítið einfalt. Það þarf ekki að vera flókið. Stefán með góða sókn hérna. Já, hann er HK að gera skiptingu. Ísmar kemur út og Kári Hlynsson inn. Ágætis uppgjöf og Alexander slær þegar hann í netið. HK-menn örugglega bara nokkuð ánægðir með það. Önnur góð uppgjöf hjá Kára. Datt hérna beint á línuna. Með góða innkomi hérna.
Hún góð, fín móttaka hérna og Ævar skilar þessu, ekkert vandamál. Fyrirliðinn skilar sínum mönnum 22. stiginu. Smá misskilningur hérna með skiptingarnar hjá HK-mönnum og Filip í uppgjöf. Góð móttaka hérna Gary House en dæmt tvíslag hérna. Þessu skilar Gary House. Og Andreas Hilmir í uppgjöf. Ævar með laumu þarna. Stefán með laumu. Og Quintin slær í netið. Nei, hann stóð ekki neitt í netið. Ég held að fara bara heim. Ég veit ekki hvað er að segja hérna. Það er þá farið niður með blokkinni. Og Ævar getur tryggt sínum mönnum. Sigur hérna í fyrstu hrínu. Og gerir það með hjálp frá Gary House. 25-21. Þeir í KA-heimilinu á Akureyri. Við skulum taka okkur smá pásu.
Þá fer önnur hérna í K.A. heimilinu að hefjast. K.A. tók fyrsturinn í 25-21. Og þetta er auðvitað fyrsti leikur í úrslitunum Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Það þarf að vinna 3 leiki og K.A. menn hefja leik hérna í annarri hreinu og það er Filip Pavel. Lúðvík tekur á móti. Frábær blokkana hjá Alexander. Stefán þarna með enga blokk á móti sér. Andreas. Þessi er vel inni. Andreas hérna að setja inn í netið. Ef rúlum aðeins yfir stigin eftir fyrstu rínuna, þá er það Andreas númer 9 hjá HK sem er stigastur þeirra manna með 5 stig. Gary House með 4. K.A. megin er það Alexander Arnar með 6 stig og Quintin og Mason með 4 stig hvor. Og hérna er það Stefán að slá í blokkina hjá Quintin og út. Glæsileg sókn hérna hjá Sigþóri Helgasyni. Ekki borið mikið á honum í sókninni í þessum leik. Glæsileg uppgjöf þarna. HK-menn virðast eiga í smá vandræðum með þessar löngu uppgjafir hjá K.A. Lúðvík þarf að setja hann nokkuð öruggt yfir Quintin. Fínu vörn hérna hjá Stefáni. Lúðvík fær hann aftur. Quintin, Stefán, vörn þarna, Lúðvík laumar, fín skorpa hérna, Sigþór laumar og þessi er í gólfinu. Új. Lúðvík, Ævar, Sigþór, góð sókn hérna hjá Sigþóri. Kemur K.A.-mönnum inn í 6-2 og Massimo Pistoia tekur leikhlé fyrir HK. Já, K.A.-menn hafa ekkert ákveðið að slaka neitt á hérna eftir fyrstu rununa, koma bandbrjálaðir í þessa aðra hreinu. Vel mætt hérna á pallana í K.A.-heimilinu. Alexander enn í uppgjöf.
KM búin að taka síðustu 4 stigin hérna. Og þessi úti. Þessi úti að Gary House. Quentin Moore. Uppgjöf fyrir Káa. Góð uppgjöf hérna. Fín móttaka í Stefáni. Gary House með glæsilega sókn hérna niður línuna. Mattíasson með stutt uppgjöf hérna. KM í bullandi vandræðum. Það eru ekki alltaf að vera fast. Ævar með góða móttöku. Mason Kastner. Új. Ágætis tilraun hjá HK-mönnum. Það er allavega barátta í þeim. Smá mistök þarna. Misskilningur hjá HK-mönnum hver ætlaði að fara þennan. Eða hvort hann væri eftir úti. Og ás fyrir Sigþór. Arnar. Andreas. Mason. Og Quentin. Þessi er langt út. Óþarfi slá boltan hann af miðjum vellinum og dúndrunum út. Gera eitthvað gáleira við boltan. Það er bara mín skoðun. Lúðvík í uppgjöf fyrir HK. Ævar. Góð undirdekkur þarna. Nei. Hann vil meina að þetta hafi verið mók. Góð tilraun samt sem áður. Sigþór. Quentin. Andreas. Hver tekur hann yfir? Andreas. Új, fallega gert þarna hjá Filip. Hann hefur nú laumað nokkru boltum í gegnum tíðina. Og þessi var ekki að vera endanum. Mason Kastner. Andreas. Þarna hangir einhver í netinu. Já, sínst Ævar hafa eitthvað flækt fingurna þarna í netinu. Og Ísmar í uppgjöf. Ekki ánægður með þetta, hann Ísmar. Aldursforseti HK-liðsins
Fæddur 78. Stefán með góða sókn. KM-menn vita ekkert hvað gerist þarna. Új, glæsilega gert þarna hjá Quintin. Nei, Sigurbjörn Árni er mikið að dæma mók hérna. Ég veist allavega fallega gert. Kannski í óhreinn í kantinum. Andreas Jökkev. Mín móttaka þarna. Quintin. Skilur þessu. Arnar, Andreas, glæsileg lauma þarna. Bjóst enginn við þessu. Og var það Gary House eða Máni sem átti þessa blokk. Sama hvort það var og vel gert. Og HK-menn jafna hérna 12-12. Ekki verið jafnt síðan í stöðunni 2-2. Nálagt þarna. Alexander Jökkev. Glæsileg uppgjöf. Gary House, hæran, ekki aftur. Og tvíslega dæmt á KM-menn. Góði uppgjöf þarna hjá Gary House. Hvað setur hann yfir? Það er Quintin, setur hann auðvitað yfir. Andreas og Lúðvík. Fýtt krossana hjá HK-mönnum. Og þeir eru komnir yfir 14-13. Góð uppgjöf þarna og Ísmar hefur blokkað á nokkra. Gerir þetta vel hérna. Og þá er það KM-menn sem að taka leikhlé.
Já, gengur allt uppi á HK-mönnum þessa stundina. Nú sjá hvort að þetta leikli á KA-mönnum hafa eitthvað truflað á. Já, truflað Gary House, þetta sagt í uppgjöfinni. Já, virðist hafa gert það. Góð uppgjöf hérna, fín móttaka á Stefáni, Lúðvík, Gunnar Pál með fína vörn og Sigþór stóð þannig bara í neti sýndist mér, Sigurbjörn ekki á sama máli og Ísmar, Quentin með góða vörn, Ævar úr afturlínu, tekur afslæðinu þarna, setur hann of stuttan fyrir Stefán, Massimo ekki sáttur þarna við einhverja dómgæslu, spurning hvað það er. Æsa sig þarna aðeins við aðstofadómarann. Sigurbjörn vil fá einhvern annan í spjall. Fyrirliðan væntanlega. Og Lúðvík fær örugglega þau fyrirmæli að segja Massimo að vera stilltur. Fimmtán, 15. Það er orðið heitt hérna í húsinu. Gary House með 3 manna blokk á móti sér. Gerir lítið í því. Og KA-menn komnir yfir 16-15. Uppgjöf þarna, Lúðvík setur hann langt aftur og þetta er aðeins of stutt uppspil þarna fyrir Quentin í afturlínu og HK-menn jafna. Glæsileg uppgjöf aftur hjá Mána, Andreas, Mason Ísmar og Andreas. Glæsileg sókn hérna en Quentin er í þessu. Quentin fær hann aftur, setur hann langt út. Og HK-menn komnir yfir 17-16. Ævar og Lúðvík sá við Filip þarna með góða blokk. Uppspilari þarna að reyna að leika á fyrrum uppspilara. Gekk ekki. HK-menn komnir 2 stigum yfir. Quentin setur hann stuttan. Hún heppnast vel hjá honum. Þá er það Sigþór í uppgjöf. Þarna er time sailing á, var þetta ekki Kastner? Það lúði ekki uppgjöf. Góð uppgjöf þarna. Gunnar Pál með fína móttöku og Mason. Máni. Stefán.
Það er hann aftur. Glaumar beint í hendurnar á Quintin. Quintin á afturlínu. Glæsileg sókn þarna hjá Quintin. Skilur þarna 7. stiginu sínu. Þá sjáum við sömu skiptingu á þann. Vigfús kemur inn og Mason Kastner út. Heppnast ágætlega þessi skiptingu á þann hjá þeim. Andreas. Ævar. Quintin með laumu. Tvíslag dæmt á Stefán. Og KA-menn jafna hérna 19-19. Langur bolti hérna. Stefán setur boltan hvað hinum með andinu. Vilja það meina, já. Og KA-menn komnir yfir 20-19. Andreas. Ævar. Góða sókn þarna. Og HK-menn taka leikhlé. Nú eftir að hrinunni 21-19. En HK-menn þurfa að fara að stoppa þetta rönn hjá KA-mönnum. En þess úti hjá Vigfús. Og Massimo Pistoia ánægður með þetta stig. Það gera HK-menn sömu skiptingu á þann. Ísmar fer út af og Kári inn. Góð uppgjöf. Svolítið nálægt þarna hjá Gunnari. Stefán með laumu. Quintin í þessu. Og Ævar. Laumar í blokkina út. Nýtir blokkina vel þarna. Og Filip í uppgjöf. 22-20. Lítur ágætlega út fyrir KA-menn hérna í annarri hreinu. Tóku fyrstur hérna 25-21. Vel gert þarna hjá Lúðvík. Staðan fyrir að spila þessu upp. En KA-menn ekki sáttir með þetta.
Andreas í uppgjöf. Góð uppgjöf. Ævar hamrar þennan í gólfið. Og fer í uppgjöf 23-21. Gary House, fín blokkuna hjá HK og klúðursleppuna hjá HK á slæmri stundu og KM komast þarna í 24-21. Og Ævar getur klárað þetta fyrir KM. Gerir það svo sannarlega ekki. Þetta smá líf í þessu fyrir HK. Og Stefán Gunnar í uppgjöf. Slök móttaka. Þarna einhver í netinu. Quentin sýndist mér vera að taka þetta á sig. Gunnar með góða móttöku og Alexander klárar þetta fyrir KA. 25-23. En tegum smá pásu. Sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við gefum okkar líf sem við þykjum alla leið og leynum við til hver
Já, velkomin aftur á skjánum, kæru áhörendur. Við erum að fara í gangina í þriðju hrinuna. KA-HK, fyrsti leikurinn í úrslitunum Íslandsmeistaratitilinn. KA-menn tveimur hrinum yfir. Fyrsta hrinna fór 25-21, önnur hrinna fór 25-23. Aðtöga hvað HK-menn ætla sér að gera í þessari hrinu. Og það er Andreas sem að byrja hrinuna. Og Quintin gerir þetta fallega, ekkert vandamál. Rúlum hans yfir stigaskor leikmanna eftir fyrstu tvær hrinurnar. Þá er það Andreas Hilmi stigastur hjá HK, Geri Hás og Máni með 5 stig hvor. Ef við gefum okkur það að tölfræðin sé rétt. Þessi rétt úti hjá Quintin. KA-megin er það Alexander Arnar stigastur með 9 stig og Quintin með 8 stig. Glæsilega gert þarna. Og Stefán í uppgjöf. Quintin þrususmass hérna sem það hefur verið gaman að geta mælt hraðan á. Það var allavega ansi fast. Þessi er úti. Já, Alexander. Og Lúðvík blokkar þennan. KA-menn ekki alveg nógu sátti með þetta af einhverjum ástæðum. Ég sá nú ekki alveg hvað var rangt við þetta. Og Geri Hás í uppgjöf fyrir HK sem er yfir 4-2. Új. Hérna þessi myndi bara fara í gegnum netið. Þá er það Quintin. Arnar og Lúðvík. Új. Þetta er aftur nálægt þarna. Og þetta er tvíslag á Sigþór Helgason. Hún heldur áfram að gera svo stuttu uppgjafir og Quintin slær þennan út. Góð vörð þarna hjá Geri Hás. Æj. Og Sigþór í uppgjöf fyrir KA. Quintin
hamrar í netið. Er annarkvort aðeins og seinni inn í afturlínusmassið eða það er að fá lágt uppspil frá Filip. Lúðvík og Ævar glæsilega svo. Ekki sá hæsti í loftinu en drengurinn getur hoppað. Það er nokkuð ljóst. Er í 3 metrum og 30 centimetrum í smasshæð. Ekkert að því. Hér er Ísmar að setja hann á Quintin. Andreas, góða línu þarna. Og Ísmar fer í uppgjöf. Quintin að slá boltan hérna út og HK-menn komnir í 4 stiga forystu. 9-5, byrja hérna þriðjur hinn á krafti. Ísmar með þægilega uppgjöf. Ævar, já, setur hann niður með blokkinni. Ævar að skora hérna sitt 7. stig. Új. Þarna hefði gott ef einhver hefði notað orðin sín. Filip í uppgjöf. Slök móttaka þarna hjá Arnari. Hann hefur átt betri leiki. Andreas. Új. Hann vantar ekki baráttuna, en það er óþarfi að slasa sig. Andreas. Og Alexander að slá hann út hérna. Ekki borið jafn mikið á miðjónum hjá K.A. í síðustu 2 hrinum. Þeir fengu svo gott sem allt uppspilið hérna í fyrstu hrinu. En lítið sést til þeirra síðan þá. Ákveðið smóttakan hjá Sigþóri. Ævar að já, þarna var einhver í netinu. Og Ævar að setja þetta í netið. Mistök núna í röð hjá K.A.-mönnum. Filip Sigþór með glæsilega sókn. Uss. Lúðvík fær uppspil frá bróður sínum og slær í hendunar á Quintin.
Gary House gera sér líklega nýju uppgjöf. Setti þennan út. Nei, inn. Segir Sigurbjörn Árni. Og KM taka leikhlé. Fjórtán 10 fyrir HK. Og við þurfum bolta. Gary House klúðraði hérna áðan eftir leikhlé. Sjá hvað hann gerir núna. Nei. Og Gunnar Pálmi að hamra þennan upp í loft, sýnist mér. Góð uppgjöf. Quintin laumar þarna puttana á Lúðvík og væntanlega í andinuna síðan. Góð uppgjöf henni að Quintin. Arnar með góða móttöku. Lúli laumar. Og Mason, House og Arnar. Új. Þarna hafi annarkvort Ísmar eða Máni þurft að gera eitthvað. Quintin. Stefán með glæsilega móttöku. Gary House. Ekkert af þessu. Og Máni Matthíasson í uppgjöf. Quintin. Setur hann út. KM-menn virðast eitthvað vera að missa einbeitinguna núna. HK-mönnum til mikillar gleði. Já. Þarna truflaði einhver auðspilaðans Phillips. KM-menn er að pressa móttökuna nálægt netinu, þannig að hann þarf ofta að sækja boltan yfir netstrenginn. Þessi er úti.
Þá HK að gera skiptingu. Magnús Yngvi Kristjánsson kemur inn á fyrir Stefán Gunnar. Aðeins að hækka blokkina þarna hjá HK mönnum. Og þeir skipta sér tilbaka, Magnús Yngvi og Stefán Gunnar. Og KM vilja fá skiptingu líka. Kastnir út af og Vigfúsinn á. En þessi, já, langur hérna Ísmar að slá í netið. Nei, dómararnir vilja ekki meina það. Og Ævar slær þennan í blokkina og ekki sáttur hérna með Sigurbjörn Árna. Þeir meina Ísmar hafi hamrað inn í netið. Það hafa svo fæst orðum þetta. En HK gerir skiptingu, Kári kemur inn á fyrir Ísmar, alltaf gerast um það. Og Ævar ekki sáttur. Bara alls ekki neitt sáttur. En Benedikt Rúnar komin inn á fyrir einhvern, eða hvað? Sá ekki hvað gerðist þarna. Ég held að þeir vita ekki sálega hvað að gerast. Massimo vill fá tafaspjald hérna, sýnist mér. Ég þekki dómaramerkið rétt. En Kári með góða uppgjöf. Quintin þrykkir hann þarna í gólfið. Arnar og Gary House með góða miðjusókn hérna. Quintin, Arnar með fína vörn. Filip, Ævar. Skilar hérna 16. stiginu fyrir KA. Já, þessi úti hjá Ævari. Kannski pingu reiði þarna síðan áðan. Þá ámar það til að slá aðeins fastar en venjulega. En hinni með þetta Stefán í uppgjöf. Fín móttaka. Sigþóri. Og mók. Ég held ég hann bara sjaldan sé ég mörg mók dæmt í leik.
Benedikt Rúnar fer í uppgjöf. Góð móttaka Gary House að setja hann inn. Þetta var fallegt. Og KM-menn taka sitt seinna leikhlé. Og Gary House í uppgjöf. Lítur vel út núna fyrir HK. Hún er 5 stigum yfir. Gary House gerir þetta vel. Quinton Sigþór laumar þarna glæsilega. HK menn allir á hælunum. Quinton gerir þarna nokkuð auðvelda uppgjöf en ekkert auðvelt í þetta en fín vörð þarna House. Új, Kastner. Quinton og Ævar setur hann yfir. Glæsilega gert þarna hjá Mána. Varnarlínan hjá KM-mönnum komin nú framalega þarna. Máni sá það út undan sér, sett hann á hárréttan stað. Sigþór Filip kann líka lauma. Ísmar spilar upp á hvern. Æjæjæj. Og Lúðvík sem á að gera betur. En uppspilið frá Ísmar hefði líka mátt vera aðeins betra. Og Sigþór í uppgjöf. Arnar með góða móttöku. Lúðvík setur hann inn. KM ekki alveg samanlega línuverðinu þarna. Og Lúðvík getur klárað þetta hérna fyrir HK-menn. Góð móttaka. Ævar. Setur hann bara í antennuna. Já. Og HK-menn taka þriðju hrinnu hér 25-19. Það er enginn að fara heim strax. Þannig viljum við hafa það almennilega spennu hérna í þennan fyrsta úrslitaleik. En við skulum taka okkur smá pásu.
Já, ég skal segja ykkur það að við erum með þetta í fjóruður hérna í fyrsta úrslitaleik Íslandsmeistaratitilinn í blaki karla. K.A. HK. K.A. menn unnu fyrstu tvær hirðirnar 25-21 og 25-23. HK menn tóku þriðju hirðinu 25-19. Rúlla yfir stigaskorið. Gary House stigastur HK-manna með 10 stig. Andreas Hilmir og Lúðvík með 8 stig hvor. Það er Quintin Moore stigastur hjá K.A. með 11 stig. Alexander með 9 og Ævar með 8. Og það er Filip Pavel sem að byrja þessa hreinu. Og Stefán setur hann í Quintin og út. Og fer síðan í uppgjöf. Fín móttaka hjá Gunnari. Látt uppspil á Alexander, hann reddar þessu. Lúðvík. Ævar. Og Lúðvík með fína sókn sem að Sigþór náði ekki. Alexander með góða sóknina frá miðunni. Það væri gaman að sjá meira af miðjumönnunum hjá K.A. í þessari hreinu. Ævar, fín móttaka á Stefáni. Lúðvík í Quintin og út. Þeir halda áfram að nýta sér hendunar á Quintin. Það spurning hvort það sé ekki bara að hoppa of hátt. Það er ekki að stýra honum inn á völlinn. En talandi mann sem getur hoppað hátt, þá er það Gary House sem fer í uppgjöf. Glæsileg uppgjöf, en góð móttaka hjá Ævari. Quintin, Lúðvík, Máni og Gary House. Glæsileg blokk þarna hjá Alexander. Oj, ég er ekki hægt þessi þriðja uppgjöfin frá Alexander sem að skoppa svona ofan á netstrengin. Og fjórða. Lúðvík stær þennan inn, já. Þrjú, Máni í uppgjöf. Quintin með góða sókn. Gary House. Oj. Það er nú ágætið stig frá Gary House. En auðvitað átti K.A. menn að gera betur. Týndist Gunnar Pálmi eitthvað hrasa þarna. Máni í uppgjöf.
Quinten. Skilar þessu. Andreas. Filip. Sigþór. Ætla að skera hann aðeins svo mikið og slæna bara í netið. Já, þessi fór í gólfið. Haldi ég. Fín uppgjöf hérna hjá Lúlla. Filip. Quinten. Og Ísmar á þessa blokk sýndist mér. Eða þá Stefán, hann er farin bara að fagna. Já. Átta, 4 fyrir HK. Sigþór með fína móttöku. Quinten. Og þessi er inni. Vel gert þarna. Var á mörkunum að vera inni úti. Og KM taka leikhlé. Það er spurning hvað Davíð Búi er að segja við sína menn núna. Ég held að vanti bara smá haus í þetta lið akkurat núna. Vekja upp smá stefningu. Því hún er öll HK megin núna. Ísmar, Lúðvík, Máni og Stefán. Góða sókn þarna niður línuna. Staðan orðin 10-4. Glæsileg byrjun hérna hjá HK-mönnum í upphafi fjórðu hrínu. Mason Kastner gerir þetta vel. Skora hérna sitt 7. stig í leiknum. Og Sigþór í uppgjöf. Stutt uppgjöf. Fín móttaka í Arnari. Stefán. Filip og Ævar hamra þetta í hendurnar á einhverjum í Lúðvík. Það er pirringur í leikmönnum. Báðum megin við netið í þessum leik. Smá hiti hérna. Stefán með fína sókn. Ævar
Hér fær þennan Andreas og KM blokka. Og HK taka leikli. KM búin að fá síðustu 3 stigin. Massimo Pistoia líst ekkert á það. Stoppar þetta strax. Eða reynir það allavega. Sýnir bara spurning hvernig það hefnast. Sigþór í uppgjöf. Lúðvík með góða móttöku. Og Andreas, gott línusmæs þarna. Gunnar Pálmi verður þetta vel. Quintin laumar honum, Arnar, Ísmar og Stefán. Quintin, Sigþór. Og Ísmar. Það var bara of seint. Skil ekki alveg okkur hann sló ekki boltan hann í hæstu stöðu. Beið bara. Arnar, Ævar. Smekklega gert þarna hjá Ævari. KM hafa fengið hérna síðustu 5 stig. Minnka muninn í 1 stig. Sigþór enn í uppgjöf. Lúðvík. Stefán. Hörkusókn hérna. Þessi er úti. Ísmar að setja hann 2 metra út. Þetta er bara óþarfi. Mason í uppgjöf. Þessi er aftur út. Spurning hvort að Andreas kom hann yfir hérna. Já, gerir það. Og Ævar fer hérna undir netið. Það er ekki að stoppa sig. Andreas að klúðra uppgjöf hérna. Filip á Arnar. Kerry House. Glæsileg svo. Það gerir svo hratt, maður sér ekki hvort þetta sé inn eða úti. Ekki öfundsvert hlutskipti dómarana að sjá þetta, eða línuvarða. Stefán í uppgjöf.
með Ás hérna. Önnur góð uppgjöf, Sigþór með fína móttöku og hann sendir fína miður svo. Ævar hér í hás, setur hann beint í hornið þarna. Kemur HK-mönnum í 16-12. Glæsileg uppgjöf. Glæsileg sókn hérna hjá Sigþóri Helgasyni. Lúðvík setur hann út. Arnar spilar upp á Lúðvík. Ævar Nilsson, Filip. Új. Glæsileg sókn hjá Quintin Moore. Góð uppgjöf þarna hjá Alexander. Og jafnar hérna 16-16. KM er búinn að fá síðustu 4 stig. Þá þarf að skora gólið. Marino fer létt með það. Sér inni hjá Alexander. Kemur KM-mönnum yfir hérna. Það sé ekki bara í fyrsta skipti í hrinunni. Ég er ekki frá því. Þetta fyrir ykkur tölfræði nördana hann úti er þetta að fylgjast með allir tölfræði inn á bli.is. Glæsileg uppgjöf í Alexander. Annar eða þriðja ásinni röð hjá honum. Ekkert af þessu.
En þessi fyrir netið. Alexander orðinn stigahæsti leikmaðurinn á vellinum með 16 stig. Quinton. Lúðvík. Philip. Og Quinton. Setur í hendunar á Lúlla og út. Þá er það Quinton Moore í uppgjöf. Góð móttaka hjá Lúðvík. Andreas. Stefán. Andreas. Í blokkina út. Mason. Alexander. Góð blokkarna hjá Sigþóri. Arnar spilar upp á Stefán sem laumar. Ævar. Og Sigþór smassar hann út. Nei, ok. Línu verður sér inn. Tekja þetta allt tilbaka. Ég sagði hann út hérna. Sigurbjörn átti að ná í spjald, ekki frá því. Þessi fer niður með blokkinni. Já, Mason kastar á miðinni. (20:19) fyrir Káa. Sigþór Helgason í uppgjöf. Þá gerir Háka skiptingu. Sergej kemur inn á fyrir Ísmar. Á miðina. Arnar, fín móttaka. Andreas í blokkina og niður. Þetta var Mason Kastner, sýndist mér. Nei, hún er skráð á Ævar í tölfræðinni. (21:19) Sigþór Arnar, það er nálagt netinu. Og Stefán setur þetta, já, Philip með góða blokk þarna. Tvö blokkasteg í röð hjá Káa. Það hleypur oft smá lífi í liðið. Arnar, þetta er allt og nálagt. Mason Kastner. Hún lætur ekki bjóða sig það tvisvar. (23:19)
Góð móttaka, Sergej. Fína innkomi hérna. Heldur lífi í þessari hrinu fyrir HK-menn. Sigþór Mason staðar í netið. Új. Þetta ekki það sem að HK-mönnum vantar núna. Og þá gerir KA skiptinguna sína. Vigfús kemur inn á fyrir Mason Kastner. 24-21. Spyrum hvort að Vigfús klári ekki hérna fyrir KA-menn. Andreas Arnar Gary House og glæsileg blokk þarna hjá Alexander sem sáttur eins og allir hinir KA-mennirnir. Taka þennan fyrsta leik í rimmunni Íslandsmeistaratitilinn í blaki. 3-1, 25-21, 25-23, 25-19 og 25-21. Leikur nr. 2 í þessari rimmu fer fram á fimmtudaginn, 12. apríl í Fagralundi klukkan 8. Og við sjáumst bara þá. Við þökkum fyrir okkur á kvöld hér á Sport TV. Verið sæl. Skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Innocent, náttúrulega ferskir drykkir.